Ég var líka, ég man eftir, ég var rosalega gegnum allt COVID, ég var alveg brjálaður í rauninni og að því mér fannst og það var líka örugglega svona, það var tími sem að móta mjög mikið pólitískt og það sem að ég fekk svona raunverulega svona algjört vantraust á yfirvöldum að það sem ég fann bara að yfirvöldum á Íslandi, þeim er ekki bara sami mig, þeim er skítsaman og að það væri einhver narratífa í gangi í fjölmiðlum sem er bara búið að fyrirfram ákveða að sé í gangi og hún skal bara keyrð áfram og það skiptir engu máli hvað kemur, hvað gögn koma og þetta var COVID-tímabilið að mínum mati og það og þá eftir að gera uppgjörið þetta og uppgjörið og ég veit alveg af hverju það er ekki gert strax ég veit alveg að það er fullt af fólki sem er alveg skítlóðandi hrætt við að það sé gert svona uppgjör þetta af því að þetta var hræðilegt og fólk var lokað inni í COVID og það skiptir engu máli hvað var bent á að fyrir mér þá er þetta mjög einfalt við þurfum að vega og meta kosti og galla þess að vera að loka fólk inni í svona lengri tíma ok, við getum bjargað einhverjum smitum, segjum sér svo að við getum bjargað einhverjum smitum, en það eru samt, en félagslegi þátturinn er grunnstóðum mannsins, þetta er grunnþörfum mannskepnunar. Ok, hver eru afleiðingarnar af því að hunsa þessa grunnþörf mannsins í 2 ár? Þessi umræða hefur aldrei verið tekin. Þessi umræða hefur aldrei, og enginn af fjölmiðlunum hefur pikkað þetta upp. Aldrei á Vísi. Aldrei á MBL, það talar enginn þetta á RÚV, enginn á DFF, þetta eru allt, og veistu af hverju, að þetta eru allt aktivistar, að því allir fjölmiðlamenn á Íslandi, allir þessi blaðamenn, þetta eru allt aktivista hórur, og ég stend við það, þetta fólk, þetta eru bara svikarar, þú er ekki að spyrja þessar spurninga og þá er fullt af fólki sem dó út af þessum innlókunum, það er fullt af fólki til bara ungu fíklum sem eru félagslega einangraðir og byrja að nota aftur, það skiptir máli að þeirra saga sér sögð og það skiptir máli að við erum gaslýst til þess að við erum ekki að hugsa þetta, bara nei, heyrðu, ég vil ekki tala þetta, skilur, hvað margir dóu af einangrun versus COVID, það hefur verið áhugavert að vita það, sko. Því maður heyrði alveg margar sögur af því að fólk væri bæri, þú veist að þeir eru fíkn og bara taka sitt eigi líf, sko. Hversu margir eldriborgarar fengu aldrei að hitta sér nánustu ættingja sem nánustu ættingja á sínum seinustu dögum í lífinu út af þessu og þetta hefur aldrei verið rætt. Fórst þú í bólusetningu? Ég fór í fyrstu bólusetninguna það var þess að ég er að vinna á sambíl og hugsunin var bara þetta minkar líkurnar á því að ég smiti aðra og hugsaði bara, heyrðu, ok, þetta er bara svona pínu, þetta er hugsun bara ég legg mig gruna alveg, þetta væri kannski ekki endilega gott fyrir mig, þetta væri ekki áhættulaust en ok, ég ætla að gera þetta bara fyrir fólki sem er að vinna í kringum, þau eru viðkvæm ég vil ekki smita þau og það væri mjög vont ef ég myndi smita þau og hefði tekið ákvörðun að fara ekki bólusetningu. Þetta minnkaði nefnilega ekki líkunar á smita, það er það sem að mér fannst, þú veist, ég fór í fyrstu með til þess að ég myndi ekki smita ömmu mína og foreldra mína og eitthvað svona, af því að það var sagt að ef þú ferði í bólusetningu þá varst ekki að fara að smita þau, en þá það gerði það bara verkum og þú fannst ekki jafn mikið fyrir einkennunum. Ég smitaði mömmu og pappa COVID af því ég vissi ekki ég væri með COVID. Og er það ekki líklega að þú farir að smita einhvern, að þú ert minni Jú, þú veist, þannig að ég er ekkit rosalega mikið fyrir svona samsæriskenningar en ég er samt alveg svona að það er margt sem maður setur alveg smá spurningamerki við, sko. Og þetta snýst líka ekki eitthvað samsæri, þetta snýst að fólk sem gerði augljóslega mistök sýni smá gotum auðmýkt gagnvart fólkinu sem það brást algjörlega og segi fyrirgefðu, við fokkuðum upp, við gerðum mistök, við hefðum ekki að það loka ykkur svona lengi inni, við hefðum átt að hlusta á ykkur, það hefur engin á þessu liðu, svo er bara víðir inn á alþingi núna í einhverju svona gútgæleik að talandi um einhverja útlendinga, vil bara gefa öllum og ömmu þeirra í Miðausturlöndum íslenska ríkisborgararétt í einhverju tilfinninga klámsleikriti sem allir sjá í gegnum, er algjör aumingi, sko. Bara, fokk, sko.